Góðan daginn og verið velkomin á Þjóðminjasafn Íslands. Ég heiti Hrafnhildur og mér langar að tala við ykkur í dag farsóttir í gegnum aldirnar. Nú á tímum COVID-19 þá ennþá mikilvægur að vita hvernig sagan okkar hefur verið í gegnum faraldri. Ef við byrjum hérna í landnámshólfun okkar þá eru hér alls konar gögn sem við notum til að kynna okkur gamla tíma. Bæði fornleifafræðingar, jarðfræðingar, mannabeinafræðingar nota hér alls konar tól til að kynna sér gamla sögu. Jarðveginn, gjóskulög, skordýr og mannabein og þau geta sagt okkur ýmislegt. Oftast eru mannabeinin ekki nýtt bein til að segja okkur sjúkdómssögur og svoleiðis því einstaklingurinn þarf að hafa verið sýktur mjög lengi fyrir að sjúkdóminn byrjaði að herja á beinin. Þannig stundum erfitt að segja til farsóttir út frá beinum, en forn DNA og DNA-rannsóknir þær geta sagt okkur mjög mikið farsóttir og faraldi sem hafa átt sér stað. Hér á Íslandi þá hafa fundist mannabein með bæði einkenni fyrir sárasótt og líka svartadauða. Fram til loka 14. aldar þá virðist Ísland hafa sloppið mjög vel við farsóttir. Miðja 14. öld þá herjaði á meginland Evrópu kílósótt sem hún kölluð svartadauði og hún kom hingað til lands talið rúmlega hálfri öld síðar. Á árunum 1402 til 1404 þá herjaði svartadauði hér á Íslandi og meira en helmingur þjóðarinnar dó. Hún herjaði aftur rúmlega 90 árum seinna, eða 1495, og þá létust mjög margir en ekkert margir og í fyrri plágunni. Hér sjáum við svolítið hvernig svartadauði á að hafa breiðst út í fyrri plágunni, 1402 til 1404. Talið að hann hafi byrjað hérna á Norðurlandi og farið þaðan austur og svo söður og vestur. En svona plágur þær hafa mikil áhrif á þjóð og býli og eftir seinni pláguna þá talið að rúmlega 20% af okkar bæjum hafi verið enn í eyði. Þegar seinni plágan á svartadauða herjaði á landan þá var skriðuklaustur komið að fót. Margir sóttu þangað til að fá lækningar og nýjar fornleifarannsóknir og uppgreftir sýna okkur það. Þar hafa fundist meðal annars alls konar læknadót, plöntur sem voru notaðar til lækninga eins og brennunetla, villalaukur og garðabrúða. Og svo kirkjugarður þar sem var grafinn upp með 297 beinum sem gefa okkur líka ágæta mynd af farsóttum frá þessum tíma. Eftir svartadauða þá virðist eins og íslenska þjóðin hafi aðeins náð sér á strik, en það var svo árið 1707 sem að stórabóla kom til landsins og talið að rúmlega 16.000 til 18.000 manns hafi látist á rúmum 2 árum eða meira en helmingur landsmanna. Mislingar annars svona faraldir sem við þurfum að kljást við í okkar sögu. Fyrst var árið 1644, þá talið að danskir kaupmenn hafi komið hingað til lands sýktir og rúmlega 100 manns létust. Svo árið 1846, þá var rosastór faraldur af mislingum hér. Aftur komið smitaði Danir til landsins, þau lögðust til bryggju í Hafnarfirði og þaðan breiddist smitið út. Rúmlega 3.300 manns talið að hafa látist af völdum mislinga og það rúmlega 2.000 manns meira en að jafnaði. Berklar annar faraldur sem við höfum þurft að kljást við hér á Íslandi. Hann kom fram í kringum aldamótin 1900 til ársins 1930 að mestu leyti og hann herjaði mest á ungt fólk á milli 20 og 30. Talið að árlega hafi 150 til 200 manns dáið og helsta dánarorsök Reykvíkinga í mörg ár. Í dag, sem betur fer, Ísland með fæstu dánatíðni vegna berkla tilfella. Einn seinasta farsótt sem við Íslendingar höfum þurft að kljást við fyrir COVID-19 spænska veikin. Spænska veikin herjaði á Ísland árið 1918 og barst hingað til lands með skipum frá Danmörku og Bandaríkjunum. En spænska veikin var mjög slæm á alheimsvegu og talið að rúmlega 25 milljónir manna hafi látist. Hún herjaði mjög mikið á ungt fólk í blóma lífsins, ungt fólk sem var hraust og var að koma sér upp fjölskyldu, sérstaklega hér í Reykjavík og þannig að margir létust og skildu eftir sig börn og aldraða.
Nú hef ég stiklað á stóru í farsóttasögu Íslands. Eins og þið sjáið þá höfum við staðið í gegnum margt og við munum standa saman í gegnum COVID-19. Eins og Víðir segir, þá þurfum að þvo hendurnar, spritta og halda 2 metra fjarlægð. Ef þið viljið vita meira Íslands sögu, skemmtilegra hluti en farsóttir og svoleiðis, þá býð ég ykkur innilega velkomin á Þjóðminjasafn Íslands.